Holy, holy, holy is the Lamb. No more fears, you dried out tears at the feet of Jesus. Praise the Lord to all who have found the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, Holy, holy, holy. we cry, Holy, holy, holy is the Lamb. we cry. Holy, holy, holy. We cry, Holy, holy, holy. we cry, Holy, holy, holy is the Lamb. rétt út hönd og snertu Jesú, framhjá hann fer. Hann hér mitt á meðan og mæta við þér. Hann vill læra hjarta sárið og færa hvert tá. Rétt út hönd og snertu Jesú, hann stendur þér hjá. Rétt út hönd og snertu Jesú, framhjá hann fer. Hann hér mitt á meðan og mæta við þér. Hann vill lækna hjarta sárið og ferða hvert tá. Rétt út hönd og snertu Jesú, hann stendur þér hjá. Góðan dag, kæru vinir. Friður og náð Drottins veri yfir ykkur og með ykkur. Heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist. Það gott að fá að ávarpa hvert annað í nafni Jesú, af því það eru þetta nafnið sem öllu nöfnum æðra og þekkt bæði á himni og jörðu, og það máttu vita. Að hvert einasta kné, það þarf að beygja sig fyrir nafni Jesú á jörðinni, undir jörðinni og á himnum.
Það sama hvar við erum, það þurfa allir að beygja sig fyrir nafni Jesú. Til þess að við séum styrk í því sem Biblían er að segja og hvað við höfum að gefa okkar samtíma, þá skulum við byrja á því að fara í Rómverjabréfið. Og Rómverjabréfið, 13. kapitúli, hefur þennan boðskap að færa sem að ég er með hérna, sem ég finnst að rosalega merkilegur. Vegna þess að það er gjarnan talað það, og það er kannski aðalpunkturinn sem að ég ætla að tala núna við ykkur, að við viljum endilega að Biblían flytji okkur kærleiksboðskap. Og allir sem lesi Biblíuna, þeir lesi kærleikan. Ekki fordóma. Það búið að flokka efni Biblíuna niður í kærleiksboðskapinn og svo fordómana. Og fordómandinn eru svo hættulegir. Og þegar Páll postuli leggur þetta mál fram fyrir Rómverja, áttu ykkur á því, þetta er síðasta skipti sem Páll postuli er á lífi og er að skrifa bréf. Það skrifar hann til Rómverjana. Hann er staddur þá í Róm, fangi, hann er að bíða til viðtal við Nero keisara að leggja mál sín þar fram. Og hvaða skilaboð fara frá Páli postula í þessari vonlausu aðstöðu? Hvað myndir þú gera ef þú vissir það og stæðir frammi fyrir því að þú ættir að mæta fyrir dómara á morgun og það myndi jafnvel kosta þig lífið? Og Páll postuli vissi það alveg, hann búinn að bæði sjálfur taka þátt í því að taka menn að lífi sem trúðu þessum boðskap og ekki síður að hann var búinn að hvetja til þess að menn þessara trúar fengjum nú bara ekkert að tímgast. Þangað til hann sjálfur mætti í Jesú Kristi og þurfti að beygja kné sín. Og þá segir það við okkur þetta. Og það er 13. kapitúli Rómverjabréfsins og það er aðalega punkturinn sem að ég með, það er bláa línan sem að ég hef þarna, að það verði að kærleikurinn, hann gjörur ekki náunganum mein. Og þegar hann gerir ekki náunganum mein, þá er svo athyglisvert að á undan þessu orði, þá segir hann þetta við okkur, ég ætla að fá að lesa þetta. Boðorðin, ég er í versi 9, þú skalt ekki drífa hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast. Og hvert annað boðorð er innifalið í þessari grein, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og Páll er að leggja þetta út fyrir Rómverjana og þig og mig, að boðorðin 10 er kærleiksboðskapur. Þetta er tengt kærleika. Þetta er ekki tengt fordómum. Við erum ekkert að segja það að sá sem drýgir hór eða stelur frá ykkurjum að hann sé verri maður öðrum. Allir menn eru með þennan veikleika. En hann er að tala sá sem ekki gerir, sá sem brýtur ekki lögmálin, hann virðir náungan sinn. Hann á enda kemur í ljós að kærleikurinn, hann gjörir ekki náunganum mein. Hvernig líst ykkur á? Og mér finnst alveg rosalega merkilegt að geta bent á þetta atriði. Í fyrsta lagi, vegna þess að Páll postuli tengir saman boðorð Guðs og kærleikan. Og síðan heldur hann áfram og segir við okkur eftir þetta, gjörið þetta því heldur, segir þekki tíman, að yður er mál að rísa svefni. Því að nú er oss hjálpræði nær en þá er við tókum trú. Og þetta hjálpræði sem hann er að tala það birtist við endurkomu Jesú Krists. Við erum nær þeim tíma, heldur en nokkuð tíman áður, að Jesús Kristur rísi upp. Og það höfum við sem dæmi vonaríka framtíð sem við höfum við það að Jesús kemur, þá munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Og þá eru öll gráu hárin og allar hrukkurnar hjá okkur og allt sem heitir öldrun og elli, það mun hverfa í einni svipan og við verðum bara eins og 25 eða 23 eða 21. Við verðum bara öll mjög ung. Af því þetta er vonarríka framtíðin með Jesú Kristi, þar sem að hrörnun og dauði nær engum tökum. Mega unglingarnir á Íslandi vita þetta? Má íslenska þjóðin heyra þetta?
Megum við tala þetta á þennan hátt? Svo segir hann, við eigum að íklæðast hertígjum ljóssins, það allar hliðar á sama teningi, þið vitið. Kærleikurinn, og þekkingin á boðorðunum og að þekka tíman, þetta allt saman hliðar á sama tening. Þú getur ekki tekið 6 í burtu eða 1 í burtu til að vera með réttan tening. Þú þarft að vera með eitthvað sem löggilt til þess að nota teningin. Þannig með orð Guðs. Og nú skulum við aðeins fara inn í þessa þætti sem að mér finnst skipta máli, og ég nota þessa ræðu mína aðeins núna til þess að við getum sagt svara því sem að birtast á miðlum á Íslandi. Það kom grein í DVF ekki alls fyrir löngu, og það var vegna þess það var kirkjusókn ungra íslenskra karlmanna að aukast, skipuleggja messuferðir á Snapchat og lesa Biblíuna. Sáu þessa grein? Þetta búið að vera svona í umræðinni, og mér finnst þetta athyglisvert að þessi grein, hún birtist hjá DVF, og ég sagði bara þegar ég heyrði þessa drengi, já, amen. Þeir eru bara að standa frammi fyrir því að þeir ætla að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins. Þeir lofuðu því, 13 ára gamlir. Hvað mörg sem hafa gefið þetta loforð? Og sjá hendur ykkar. Og þá óeðlilegt að við hvetjum ykkur til þess að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins? Þetta ekki bara í eðlilegu samhengi við það sem menn lofuðu og fengu ykkur 300.000 kall svo í vassan og voru voðalega ánægðir og fermingargjafirnar, þær hýttu alveg hjartastað. Vistu hvað ég fékk? Og menn sáu allt saman í gjöfunum en ekki í alvörunni að boðskapurinn sem við erum með, hann svo merkilegur. Við þurfum einmitt á honum að halda. Og ég segi bara líka, ungir karlmenn að sækja kirkjur. Með hverju getur ungur maður haldið vegi sinni hreinum? Þetta ekki eitt af viðfangsefnum Biblíunnar? Þetta hatursorðræða? Eða þetta holl ráðlegging? Í Davíðssálmi 119 þá segir hann þetta við okkur: með hverju getur ungur maður haldið vegi sinni hreinum? Með því að gefa gaum að orði þínu. Það bara búið að vera þekkt atriði, og við erum búin að segja þetta bæði í sunnudagaskóla, á unglingasamkomum og á svona venjulegum samkomum. Við rifjum þetta upp. Með hverju getur ungur maður haldið vegi sínu hreinum? Og ungir menn, þeir þurfa á þess að halda. Það bara mjög eðlilegt að við gefum þeim orð Guðs. Höldum áfram. Þetta kærleiksboðskapur? Það sagt líka, Jesaja talar þetta, Jesaja 40, vers 30. Ungir menn þreytast og lýjast, æskumenn hníga, en þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Má það geta burtu. Hvað skildi vera flokka sem hatur, hvað skildi flokka sem fordómar, og hvað kærleikur? Berum þetta aðeins saman. Í þessari grein sem ég að vísa til, þá var talað einmitt það að ungir menn, þeir þyrftu að vilja veg Drottins. Það framhaldsskólakennari sem varar Charles Spross við fordómafullum biblíutekstum. Og þetta var náttúrulega alveg frábært. Það var nákvæmlega það sem við þurftum að heyra. Dísa, hún bara full af fordómafullum biblíutekstum. Og hann, Bergsveinn Ómar, hann að raða í sig fordómafullum biblíutekstum. En hvað eru þið að gera? Og það var einmitt áherslu atriði þessara konu sem framhaldsskólakennari að vara drengina við fordómafullum biblíutekstum. En berum nú saman. Hvað Biblían að segja? Verum bara þau sem berum orð Guðs saman og leggjum til hvað þetta hvaða efni í þessu. Ef við tölum fordómafulla biblíuteksta, þá kannski fyrst að spyrja, hvað eru fordómar? Skortur á þekkingu. Hvernig berum við saman fordóma? Við segjum alveg hiklaust, já, verið þið fyrirmyndir. Þetta gott fordæmi, ekki satt?
og við erum með fordæmi sem bara mjög jákvætt, það náskylt orðinu fordómar. Og sína fordæmi, gott fordæmi, þá ertu bara fyrirmynd. Má það ekki heyrast? Eða eigum við að rakka þetta allt saman niður? Svo erum við líka með fordæmingu. Fordæmingin fólgin í því að þú jafnvel dæmir og þú leggur til að þetta veri dæmt. Við höfum líka að fordæma, ásaka, sakfella. Já, það rétt. Biblían, hún með orð sem ásakar og sakfellir. Þú skalt ekki stela. Hvað gerist þegar þú fer að stela? Þá ertu þjófur. Já, þú ert komin undir dóm. Þú hefur brotið lögmálið. Ef þú brýtur eitt, þá ertu búin að brjóta þau öll, skiljiði. Hvað þá kærleikurinn ef við erum að stela frá náunganum? Ég sé að hann á svo rosalega flottan bíl og hann leigubílstjóri og mér bara langar að hirða bílinn. Eða hann örugglega með eitthvað í bílnum sem að ég gæti notað. Ég fer inn, ég brýst inn og ég tek. Ég kannski græð á því, en hvað með þann sem að á leigubílinn eða hvað með þann sem að ég stal frá? Hann situr uppi með skaðan. Hvar kærleikurinn? Hvar viðvörunin? Og hvar fordæmið? Og þið getur rétt ímyndað ykkur hvort það hafi ekki verið leitað í sögu minni þegar ég var búinn að gera allt vitlaust á Íslandi af því ég talaði gegn kynvillunni, hvort að blaðamenn voru ekki að athuga, það hlýtur eitthvað að þessu manni. Þetta ekki heilbrigður maður. Og að leyfa honum að kenna unglingum og börnum, þetta stór hættulegt og það var verið að reyna að leita með logandi ljósi að einhverjum ávirðingum í mínu lífi. Meira sem fóru þau svo hart að lögfræðingur Akureyrarbæjar auglýsti opinberlega eftir einhverjum sem hafði lent í mér. Þetta var bara gert svona. Hvað var verið að gera? Niðurlægja mig, lækka mig niður og segja það ekkert að marka þennan mann, hlustu ekki á þennan fordóma fulla mann. En ég núna með bara fullt af fordæmum sem að við eigum í ritningunni til þess að hjálpa okkur að skilja hvað í gangi. Og konan heldur áfram. Hún segir alveg hiklaust, hún hvetur presta og kirkjunamenn að fara gegn þessum ungumönnum og vera ekki að breyta kringumstæðunum. Fordæming, útskúfun, fyrirdæming, mjög harður dómur kemur líka yfir syndarann. Það segir Biblían. Og hún búin að segja okkur hvernig dómurinn verður löngu áður en við framkvæmum verkið. Skiljiði. Ég hélt áfram að lesa greinina og þá kemur í ljós að þetta hún talar um fordómafullt efni og þetta tvíeggjað sverð. Og það bara alveg hárrétt. Við erum bara ekkert á móti því. Við erum bara ekkert að segja það að Biblían sé ekki tvíeggjað sverð. Vegna þess að við sjáum það í Opinberunarbókinni 1:16. Þá Jóhannes, opinberunarmaður, að tala um Jesúm Krist. Hann hafði í hægri hendi sér 7 stjörnur og á munni hans gekk út tvíeggjað biturt sverð. Og ásjóna hans var sem sólin. Hvað gerist ef að tvíeggjaða sverðið af munni Jesú tekið í burtu? Ef við ætlum bara að helminga það og segja þú fær bara góða hlutan af sverðinu en ekki hinn hlutan. Hvað erum við með ef við megum ekki skilja það að Jesús Kristur, hann lagði líf sitt í sölurnar fyrir syndir okkar. Af því við höfðum syndgað. Við vorum ekki réttu megin. Við vorum ekki að hafa það til himins. Og hér fyrir örfáum mánuðum var maður á meðal okkar, kristinn maður sem við þekktum fyrir að ganga með krossin og bera krossin á milli landa. Og hvað talaði hann? Hann var í viðtali á Omega og benti á það að ef hann ætlaði að synda héðan og til Ameríku og hann fengi besta sundmann Bandaríkjamanna með sér, þá vegalengdi svoleiðis að þau komast ekki yfir. Það alveg sama hvað þeir reyna. Þeir munu gefast upp á leiðinni. Leiðin löng, þeir kunna synda. Þeir geta sveiflað höndum og fótum, en umhverfið drepur þá. Þannig við erum í sömu stöðu.
bilið milli þín og himinsins, þú nærði ekki upp. Þú kemst ekki hærra. Þess vegna þurfum við á Jesú að halda. Þess vegna kom hann. Þess vegna er svo mikilvægt að við trúum á þann sem að fór alla leiðina niður til heljar, þín og mín vegna, predikaði yfir öndunum sem var þar. Mega ungi menn lesa þetta. Höldum aðeins áfram, berum þetta saman. Það segir líka í þetta með tvíeggjaða sverðið, son minn, þetta er viðvörunarorð í Biblíunni, son minn, hneig eyra þitt að hyggindu mínum, því að hunangseimur drýpur af vörum lauslátrar konu, og gómur hennar er halli en olía, en að síðustu er hún beitt eins og tvíeggjað sverð. Meg ungi menn vita þetta. Meg við læra það að gæta okkar á því hvernig við komum fram og hvað við gerum. Í hverju við erum að taka þátt. Þetta eru orðskviðnir, 5. kapituli, vers 1-4. Sjáu þið hvernig konan getur verið sem tvíeggjað sverð og sjáu þið að ungi drengir og ungir menn, þeir eru oft leiddir fram í þær kringumstæður, já nú er þjóðhátíð, nú er gaman, nú skulum við bara láta vaða. Það er ekki endilega verið að hvetja þá til þess að vera trúir eigin konum sínum eða að fara þá leiðina að vera einnar konu eiginmann eins og Biblían talar um. Samtíminn okkar, hann er allur fullur í því að það er jafnmikil skilnaðartíðni í söfnuðunum í dag og er bara fyrir utan söfnuðuna. Og hvert er þetta leið okkur? Af hverju er þetta komið svona? Erum við að hlusta á eitthvað sem við eigum ekki að hlusta á? Erum við að taka við einhverju sem á ekki að eiga sér stað hjá okkur? Er orð Guðs ekki lengur þetta merkilega orð sem á að smjúga inn í innstu fylsni, andasálar, liðamót og merkjar og dæma þar hugsanir og hugrenningar okkar? Megum ekki leyfa ungum mönnum kynna sér orðið? Og ég segi, ungi mennirnir, haldið þið áfram að lesa. Kynnið ykkur orð Guðs. Fordómafullu textarnir, þeir eru nefnilega tengdir kærleiksboðskap Jesú Krists. Skoðum eitt í viðbót. Skoðum þennan kærleiksboðskap. Það er afskaplega athyglisvert að sjá þetta. Að lokum segir Ása, nú er ég að vísa til greinarinnar, að lokum segir Ása, og að nú reynir á presta, biskup og kirkjuna alla að leggja áherslu á kærleiksboðskapinn. Hann segir kjarni lúterskrar kirkju. Það er þjóðkirkjunnar okkar. Ok, kærleiksboðskapurinn sér sniðinn samkvæmt lútersku kirkjunni eða á þetta að vera kærleiksboðskapurinn sem þú finnur í Biblíunni. Og kærleiksboðskapurinn sem þú finnur í Biblíunni er þú gerir ekki náunga þínum mein. Má hann heyrast? Kærleiksboðskapurinn er vel fólkin í þessu. Og svo er svo athyglisvert, veistu hvað er kærleikur? Við á Íslandi við erum yfirleitt 2 orð. Við tölum um kærleika og við tölum um ást. Og kærleikur og ást, það er kannski einhver aðeins blæbrigði eða munur á þessu. Ég get elskað af því það er komið ástinni og hvað þýðir að elska? Og við getum fengið upp alls konar myndir hjá okkur. Grískan, sem er frummál Nýja testamentisins, hún talar nefnilega um kærleikan í það minnsta 4 sviðum. Og það er fyrst orðið agape. Það er kærleikurinn sem notaður yfir Guð almáttugan, agape, kærleikurinn sem gefur. Hinn gefandi kærleikur, enda gaf Guð Jesum til þess að hver sem á hann trúir glattist ekki. Næsta orð er kærleikurinn storge. Hvar kemur það fram? Storge þýðir ást föður til barnsins. Og þegar Jóhannes skírari er nefndur til sögunar og Sakaría fær að vita hlutverk Jóhannesar, að þá segir Biblían, hann muni snúa hjörtum feðra til barna. Hann mun endurvekja í feðrunum storge. Kærleika frá pappa til barnsins. Og er ekki akkurat það sem við þurfum á að halda í dag, að föður kærleikurinn til barnana fá að vera augljós.
feður með börnum sínum og börnin koma til pappa. Ég man þá stund þegar ég var ungu drengur, ég var búinn í skóla. Hvað gerði ég eftir það? Ég fór heim með skólatöskuna og svo var yfirleitt farið og pappi heimsóktur á vinnustaðinn. Mér langaði að vera þarna smá tíma. Ég var aldrei rekinn í burtu. Við vorum alltaf að kíkja eftir því hvað pappi væri. Og sunnudögum þegar hann þurfti að fara og pumpa eða ausa bátinn, að þá fórum við með honum og svo var tekið á. Þetta var svona sameiginlegur drengjafundur, pappi og strákarnir að athuga með bátinn. Þetta eru ógleymanlegar minningar, mjög sælar. Þetta er storge. Þegar faðirinn veitti syninum eða barninu athygli. Og hvað þið sem eru bæði afar og feður hafi ekki tekið eftir því hvað börnin sækjast í ykkur? Af hverju er það? Er það því hendið frá? Nei, þau finna hvar er best að vera. Þú ert skjólið fyrir þau. Næsta ástarorð hjá Grikkjum er orðið eros. Við þekkjum það öll. Þetta er yfirleitt kærleikurinn sem notaður er milli eiginmanns og eigin konu. Milli mín og konu minnar er eros. Ég vona sér líka stundum agape og storge og allt það sko. En kærleikurinn hjá Grikkjum, hann var svona flokkaði niður eftir 4 atriðum. Fjórða og síðasta atriðið, það var orðið Filíe. Og þaðan er orðið Fíladelfía komið. Filíe þýðir bræðra kærleikur. Það sem þú elskar systkini þín. Það sem við komum saman í söfnunum og það er elska Guðs á meðal okkar og við sýnum systkinunum kærleikan. Skildi vera að það væri bara heilmikli fordómar í þessum orðum. Eða þurfum við að læra orðið kærleikur í þeirri fullu merkingu sem ritningarnar að leggja til. Kannski var Ásta bara að biðja prestana látið þið strákana vita hvað kærleikurinn er og hvað er innifalið í kærleikanum. Hann gjörir ekki náunganum mein. En hann heldur áfram. Og má þetta heyrast. Ég ætla að fara með þig í síðara Kórinthubréf, 5. kapitúla. Og það er eitt af atriðum sem að snertir þig og mig. Og Páll postuli er búinn að skrifa þetta og við erum að tala svona í kringum árið 60-64 eftir Krist. Þá er hann að leggja þessi mál svona fram fyrir söfnuðinn. Þannig að ég sjá þetta er yfir 2000 ára gamall boðskapur. Hann segir við okkur, þannig metum við héðan í frá, engan að mannlegum hætti. Þótt við höfum þekkt Krist að mannlegum hætti, þekkjum við hann nú ekki framar þannig. Við metum engan, ef að orðið Filíe, bræðrakærleikurinn komin til okkar, við metum engan að mannlegum hætti. Getur við sagt amen við því? Eða erum við strax að fara að klóra okkur í kollum og segja, já, ég þekki nú Óla. Já, ég veit nú hvernig Þórir er. Já, það þarf ekki að segja mig neitt það. Eða erum við þessi faðmandi söfnuður sem tökum utan hvert annað, styrkjum hvert annað og byggjum hvert annað upp. Kærleiksboðskapurinn er boðskapurinn sáttargerð Guðs. Hvernig Guð sætti heiminn við sig. Og sjáu hvað hann segir í síðara Kórinthubréfi 5 og það er 28. versið. Við erum því erindrekar Krists eins og það væri Guð sem ámyndi. Þegar við erum áminnum, við byggjum í Kristað, látið sættast við Guð. Ef einhver er í Kristi, sjáu hvað þetta er merkilegt. Við eigum þetta gríðarlega stóra hlutverk að við megum birtast í okkar samtíma sem Kristur á réttum stað. Það er svolítið mikið mál. Og Kristur, hann var bara þekktur fyrir það að vera afskaplega sannorður og menn vissu það að hann var ekki að semja sín í kringumstæður. Við vitum það að þú ert sannorður og þú hefur ekki til þess að beygja þig fyrir öðrum mönnum. Þú bara segir þeim satt. Erum við komið þangað? Við viljum mjög oft velja, já. Vinkona minn, hún þolir ekki alveg þetta. Ég get ekki alveg sagt svona. Við eigum svo auðvelt með að vera meðvirk. Við viljum halda vináttunni. En höldum aðeins áfram með Jesúm Krist. Kærleikur, ekki fordómar þar.
Ég ætla að fara með því 1. Kórinthubréf 6. Kærleikurinn sem birtist þar í fordómum. Getur það verið? Því að í 1. Kórinthubréf 6 þá var Páll postuli að tala til Kórinthumanna og hann segir Vitið þér ekki að ranglátir mun ekki Guðs ríki erfa. Villist ekki, hvorki með sauðlífismenn, skurðgóðdyrkendur, hórkallar, né kynvillingar, þjófar, ásælir, drykkjumenn, lastmálir, né ræningjar, Guðs ríki erfa. Já, þetta þessi fullt af fordómum. Hér verið að segja bara dæma menn fyrirfram hverji fá ekki að fara inn í Guðs ríkið. En hverji voru að hlusta á þetta? Hverji fengu þetta orð? Það voru þeir í Kórintu. Og hvernig lauk Páll postuli viðskilnaðinum við þennan söfnuð sem hafði verið að taka þátt í þessu. Þetta fylgdi skurðgóðadýrkun Kórintumanna. Svo segir Páll við það. Og þetta voru þeir sem eru þar. En þér létuð laugast. Þér eruð helgaðir. Þér eruð réttlættir fyrir nafn Drottins Jesú Krist og fyrir anda vors Guðs. Það leið út. Það leið í burtu frá þessu. Það hægt að losna undan. Má þetta ekki heyrast? Kærleiksboðskapurinn sem að við erum að tala sýnir okkur hvert mannkynið fellur og hvað það fellur djúpt og hvert Guð síðan reisir það við þegar við göngum Kristi á hönd. Ég segi bara dýrsi Guði, þetta má og verður að fá að hljóma. Og allir þessi fordómar sem eru settir á þetta orð, það verið að eyðileggja fagnaðerindi Jesú Krist ef að við ætlum að eyðileggja þessi orð. Það verið að taka í burtu sköpunina sem á sér stað þegar við endur fæðumst og við göngum Kristi á hönd og hjart okkar breytist og við förum úr þjófnaðanum og úr ofdrykkjunni og úr öllu þessu lifnaði og við förum að ganga heilagan veg Drottins. Ásta þarf að heyra þetta og vitið þið að hún lærður djákni. Guðfræðimentuð. Hún á að vita þetta. Þetta kom í sjónvarpinu, það var viðtal við strákana. Nákvæmlega. Og það við hvað þau sögðu. Jesús cool. Hann er svo cool. Já, og þetta var í sjónvarpinu. Og hugsið ykkur, það orð sem að ég var að gefa ykkur núna í 1. Kórinthubréfi 6, þetta frá Páli postula. Þetta frá manninum sem skrifaði óðinn til kærleikans. Vitið þið hvaða orð það er? Það er 1. Kórinthubréf 13. Grípum aðeins inn í það. Óðurinn til kærleikans. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góðviljaður. Kærleikur öfundar ekki. Kærleikur er ekki raupsamur. Hann hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Amen. Má þetta heyrast? Og ég segi söfnuður, látið ekki ræna kærleiksboðskapinn frá ykkur. Látið ekki fjarlægja Biblíuna frá okkur á þeirri forsendu að þetta er fordómafull bók. Hún sýnir okkur báðar hliðar. Hún sýnir okkur alla hliðar teningsins. Og þegar við eigum að trúa þessari heild, svo heldur Páll áfram. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt. Trúir öllu, vonar allt, hann umber allt. Þess vegna umber hann þig. Hann umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, en spádómsgáfur, það er munið líðundur lok, og þungur, það er munið þagna, og þekking, hún mun líðundur lok, því að þekking vor í mólum og spádómur vor í mólum, en þegar fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem er í mólum en heildin fær að vera kærleikur Jesú Krist. Við stöndum frammi fyrir þessu. Og ég segi líka bara, það er eðlilegt að maðurinn sem skrifaði þennan óð og þekkti kærleikan svona vel að við fáum líka að hlusta á hina hlíðarna sem er að nefna. Hann var ekki að skrifa gegn kynvillinni, gegn þjófnaðinum, gegn hórdómunum vegna þess að hann hataði fólk. Langt í frá. Hann vissi hvert þetta myndi leiða það.
og við erum alveg í sömu sporum. Við erum að vara syndara við til þess að lenda ekki þarna niðri. Því að skáldi sagði hæg er leið til helvítis, hallar undan fæti. Og við eigum mjög auðvelt með að ganga alltaf niður brekkuna og niður hallan. Og við nálgumst alltaf heiminn meir. En Drottinn er að segja við þig, upp mín sál og allt mitt geð. Upp með rómur og hugur með. Þetta var það sem að lúterski predikari sagði 1640-50 þegar Hallgrímur Pétursson var að skrifa Passíonsálmana. Við eigum einmitt þessa vonarríku framtíð. Ég er alveg fara að vera búinn. Ég ætla ekki að hafa þetta öllu lengra en ég ætla að segja þó þetta. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langarækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Og það var sagt Jesús Krist. Jósefus talaði það, að það var eitt af einkennum Jesús Krist að þegar hann heyrði eitthvað segja sannleikan, þá gladdist hann. Hann gladdist yfir því að maðurinn sagði satt. Hann spurði bersindugu konuna, sakfelldi þig enginn? Og hún sagði, nei, enginn herra. Ég sakfelldi ekki heldur. Far þú og synd ekki framar. Þetta var einfalt mál. Hún þurfti í raun og veru að taka bara tillit til hvernig hún hegðaði sér. Og systkin, ef að bersinduga konan þurfti að laga hegðun sína, þarf ekki eitthvað líka að gera stundum hjá okkur. Að við svona aðeins höfum stefnun í lagi og við áttum okkur á hverju við erum að þjóna. Mér finnst líka mjög merkilegt, ég ætla að fara með ykkur í Rómarbréf 12, því að ég er bara að taka svona orð frá Páli postula, manninum sem er kallað fordóma fullur postuli, og það er verið að hvetja unga menn og jafnvel presta til þess að sleppa því að lesa orð Páls postula, sleppa 1. Korinthubréf 13, sleppa Rómarbréfinu, sleppa hinu og þessu, í stað þess að við lesum til þess að fá fyllri mynd af þeirri trú sem okkur er falin í hendur í eitt skipti fyrir öll. Og hann segir við okkur, hefnið er ekki sjálfir elskaðir, heldur lofiðinni refsandi reiði Guðs að koma að stað, því að ritað er mín er hefndin og ég mun endurgjalda. Það er Guðs hlutverk, ekki þitt og mitt. Og mér finnst svo bara mikil huggun í því að ef einhver gerir á þinn hlut, felldu Guði verkið. Losaðu sjálfa þig undan ábyrgð hefndarinnar. Við stöndum frammi fyrir sögum Íslendinga. Allar sögurnar hvort það heitir Njála eða Egilssaga eða hvað það er sem að menn eru látnir lesa. Það var alltaf hefndarhugurinn sem að stýrði aðgerðum manna. Ekki kærleikurinn. Páll postuli var 1000 árum áður búinn að nefna kærleikan og leyfa Guði sjá málin en ekki að við sjálfir tækjum málin í okkar eigin hendur. Þú veist, kærleikun er svona. Og ég ætla að fá að segja við ykkur líka, kærleikun og fordómar, ég ætla bara að enda á því orði. Ég ætla að fara með ykkur í Kólossabréfið 2. Kólossabréfið 2. Þetta er alveg dásamlegt orð sem við sjáum Pál postula að tala um. Þá segir hann gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu. Hefur ekki aðeins að stoppa hér við. Af hverju kem ég að þessu orði? Heimspeki og hégómavillu. Jú, það var nefnilega vegna þess að Ásta hún ráðlaði unglingunum að leita til heimspekinnar því að hún hefði svör að gefa varðandi tilgang lífsins. Og Páll segir bara hygglust við okkur. Kólusumenn, gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu sem byggist á mannasetningum, er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Við höfum fengið því meiri og betri arf að við tökum orð Drottins ekki sem heimspeki heldur himnaspeki. Þetta komið frá himninum. Þetta orð er frá Guði komið. Það er rödd Guðs okkar á meðal. Það er hvað Biblían er að tala til okkar. Ef að þið láti ritningarnar
leið ykkur og fylla hug ykkar og hjarta, þá veit ég að þið verðið kærleiksríkir menn. Þið verðið feður sem hafi bæði kærleika til þess að gefa, þið hafið kærleika fyrir börnin ykkar, þið hafið vináttuna, þið hafið kærleika til eiginkonunnar og þið hafið kærleika í bræðrasöfnuðinum eða meðal bræðrana. Þurfum ekki á þess að halda. Þarf ekki kirkjan í dag að rísa upp til fylgis við Jesú Krist, svo eðli hans birtist hjá okkur. Og við séum einmitt eins og Kristur á meðal okkar. Það enginn sem hefur getað staðist eða gefið okkur jafn gott orð eins og kærleikur Jesú Krist. Er Kólussarbréfið ritað af manni sem fordómafullur eða er þetta ritað af manni sem gaf okkur kærleikan? Það snýst málið í dag. Og ég segi við hvern þann sem heyri þetta ræðu mína, láttu orð drottins leiða þig. Láttu Krist birtast í þér. Heimilið þarf á því að halda, vinnustaðurinn þarf á því að halda, allir í kringum þig þurfa á því að halda að Jesús Kristur, sonurins lifanda Guðs, hann kom inn í þennan heim til þess að skapa okkur, gera okkur að mönnum og konum sem erfa hans ríki. Við skulum standa upp, gjörðu svo vel. Takk Jesús minn að við mögum fela þér þetta orð og fela þig okkur Jesús minn. Að hendur þínar þær taki við okkur eins og við erum og kærleiksboðskapur þinn og það sem okkur til hjálpar og lærdóms. Það megi ná föstum tökum á okkur Jesús minn. Hér ég, send þú mig. Drottinn, þetta sagði Jesaja spámaður og þetta segjum við líka. Og drottinn, við þökkum fyrir að þú fyrirgefur okkur syndir okkar. Og við þökkum líka fyrir að elskaði Herra, að við mögum festa trú okkar á orði þínu, hínu sanna og lifandi heilaga orði sem framgekk af Guðs munni tvíeggja sverð og það má hljóma í okkur og hjá okkur, það megi hafa þau verkan inn í okkur, alveg eins og þau hefur utan frá okkur, drottinn minn. Og áheyrendur okkar, þeir fá að vera hólpnir fyrir orðið sem við flytjum. Í Jesú nafni. Amen. Eru þið sammála? Amen. Takk innilega fyrir góða áheyrn. Já, nú ætla Flóra að bjóða ykkur upp á yndislega köku. Flóra, þakka þér fyrir að vera í söfnuðunum. Við eigum bara því láni að fagna að þeir útlendingar sem á meðal okkar, við höfum að njóta þess að vera með þeim. Það lítill munur á þeim og Íslendingum, ekki annað en bara að þeir eru betri en við. Drottinn bless ykkur. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty minn. Já, allir sem Guð hefur friðgjört og frelsa, koma fagnandi til Síón. Heili gleði leikur yfir höfði þeim. Já, allir sem Guð hefur friðgjört og frelsa, koma fagnandi til Síón. Heili gleði leikur yfir höfði þeim. Fögnuð og gleði finna þeim. Og andvarp og frið horfið burt. Já, allir sem Guð hefur friðgjört og frelsa, koma fagnandi til Síón. Heili gleði leikur yfir höfði, gleði leikur yfir höfði, heili gleði leikur yfir höfði þeim. Amen. Með þessum orðum þá óska ég ykkur bara velfarnaðar áfram og megi Drottinn blessa ykkur komandi viku og sjáumst hress og kát af vikuleiðinni. Amen.
Amen.